Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og næst koma að því að fjalla aðeins starfsemi Landsbjargar og þó ekki síst þau svona hátíðarhöld held ég að mér sé óhætt að segja sem að verða hérna á Akureyri helgina þegar að 500 manns mæta í bæinn og hvað, mála bæinn rauðan eða hvað? Já, í svona orðsins fyllstu merkingu. En við byrjuðum í morgun upp í háskóla í samvinnu við háskólan, heldum við ráðstefnu þar sem að við vorum að fjalla viðbragðskerfið, hvernig það statt svona í ljósi fjölgunar ferðamanna, mjög athyglisvert. Og svo klukkan 2 í dag þá hófst svona hefðbundið landsþing félagsins og þar sitja á landsþinginu eru eitthvað rétt 400 fulltrúar sem sitja á landsþinginu sjálfu, sem þingfulltrúar. Og svo í fyrramáli halda þessi hefðbundið þingstörf áfram en svo byrja björgunarleikarnir sem eru svona fyrir, hvað ég var að segja, þessa kannski sem eru aðeins yngri heldur en við og aðeins léttari. En það mikið fjör og mikil stemming í þessum björgunarleikum þar sem að kappi í alls konar þrautum út allan bæ, þannig að við setjum mikið svip á bæinn þessa helgina. Og hvernig getur þú lýst aðeins fyrir okkur þessum björgunarleikum? Í hverju eiginlega verið að keppa? Við keppum í það sem kannski hagmæskan hörðust, bæði fyrstuhjálp og fjallabjörgun. Síðan líka blanda inn í gamni og fyrir 4 árum þá var keppt til dæmis í aukuleikni og keppendur að taka aukupróf. Þannig að það svona sitt lítið að hverju og við reynum að blanda saman gamni og alvöru. Það kannski í þessu öllu saman hlýtur að skipta öllu máli að bæði náttúrulega það gera sér allir væntanlega grein fyrir mikilvægi björgunarsveitastarfa en kannski ekki síst að það getur nú verið aldrei gaman að taka þátt í þessu. Já, það er nú eitt af þessum stóra þætti þessu, það eru við sjálf sko. Það að þarna eru þetta félagarnir og vinirnir og þarna hittum við vinina og treystum vinaböndin og kynnumst þetta fullt af nýju fólki sko. Þetta mikil tími sem verið í þetta en þetta gaman og það á að vera gaman. Nákvæmlega. En talandi þetta mikilvægi varðandi erlendu ferðamennina og fjölgunina á þeim og væntanlega þá auki álag á björgunarsveitunum. Hvað á og hægt að gera? Talið pólitík eins og hvort að ríkið ætti að koma með fjármagn inn í starfsemina í þessu ljósi í gegnum ferðamannagjöldin eða annað? Við skulum ekki blanda okkur í pólitík. Nei. En það alveg ljóst að álagið á sömu landsvæðum gríðarlegt. Og við sem Norðurlandi erum tiltölulega heppin þar sem að útköll eru svona í hófi en þau eru samt töluverð. En á Suðurlandi sérstaklega þar sem að þungi ferðamanna mestur, þá gríðarlegt álag á björgunarmönnum. Þarf að breyta einhverju? Það mikið álag á viðbragðskerfinu öllu. Við svo sem auðvitað erum forsvarsmenn björgunarsamtakana en ég held reyndar að fyrirkomulag þessara mála hér á landi sé með ágætum. Þó að margt þurfa að laga og margt þurfa að bæta. Ég held við þurfum bara að horfa svolítið raunsætt á þetta eins og Leo kom inn á þá álagið svona staðbundið en álagið hefur fyrst og fremst komið inn í fámenninu. Það sem við erum fá fyrir og þar af leiðandi eru viðbragðsaðilarnir fáir og þeir eru dreifðir en fjöldi ferðamanna orðið mikill á svæðinu. Sko, ég held við getum bara ekki horft á það þannig að við komum upp einhverju atvinnumanna björgunarliði á þessum stöðum, einfaldlega vegna það bara búa ekki nóga margir þar sko. Þannig að ég held í raun og veru að svona heildar fyrirkomulag þessara mála sé bara farsælt. En það margt sem við þurfum að laga og bæta, það ekki nokkuð vafi. Þannig að þið eru svona með gleðina svolítið í þessu og horfa meira svona á lausnamiða heldur en að fara í einhverja svona hardcore pólitík, Landsbjörg færi nú aldrei í það? Nei, alls ekki og þetta kemur svolítið inn á, við fórum í mikla stefnumótunarvinnu í fyrra og það sem var kynnt ný stefnumótun félagsins og ný kjörorð og þau í dag fórist á fagmennska og samvinna. Eldra kjörorð í stað samvinnu var fórnfýsi sem okkur fannst ekki rétt nefni og þessi vetur í vetur hefur verið mjög einkennandi fyrir samvinnu. Samvinnu björgunarsveita á landsvísu, við erum með svæðaskipulag þar sem hafi verið svona töluverð skörun og aðstoð milli svæða og líka mjög sterk samvinna við aðra viðbragðsaðila, lögreglu og sjúkraflutninga. Hvernig það, nú þið hljótið að finna fyrir þessu mikilli jákvæðni og trausti meðan allar stofnanir landsins missa traust að þá Landsbjörg mæld og björgunarsveitamenn bara
Íslendingar virðast treysta ykkur best allra bara á landinu. Skiptir þetta máli bæði stuðningurinn hvað varðar fjármögnun og svona þetta pepp að finna hvernig fólk heldur með ykkur? Já, það skiptir auðvitað öllu máli vegna þess að sko langstæðstu hluti af því fjármagni sem að þarf, þó að þetta sé nú sjálfboðavinna hjá okkur, þá þarf auðvitað fjármagn og langstæðstu hluta kemur það frá einstaklingum og fyrirtækjum. Minnsti hlutin kemur í beinum fjármunum frá opinberum aðilum, minnsti hlutin. Já, auðvitað skiptir þetta öllu máli og það skiptir líka okkur máli að við förum vel með þessa ímynd okkar og það traust sem við höfum. Það skiptir miklu máli og hérna, sko, ég held að fylgja sér undir merki félagsins. Að það fyllir held ég okkur sem að í þessu þetta auðvitað ákveðin svona lífsstíll og að vera í þessu en það fyllir okkur auðvitað miklu stolti. En hvað með unga fólkið? Er fólk reiðubúið að koma og ganga til þessu björgunarsveitirnar? Það hefur orðið svolítið breyting á síðustu svona 4-5 árum. Þar að segja þannig að nýliðar sem koma til starfa að hausti eru á öllum aldri, alveg frá 18 ára til bara 50, rúmlega 50. Og ég hef séð hópa og ég hef nú verið svona innviklaður í minni einingu í svona starfi. Og þegar að koma svona hópar þar sem breytt aldurspil, það myndast gríðarlegur styrkur. Koma þarna eldri einstaklingar sem eru lífsreyndir og hafa svona kannski jarðbundnari skoðanir í sambland við ungt fólk. Og þegar þetta tekst vel, þá þetta gríðarlega öflugur einingar. Og hvað með kynin? Það líka að breytast töluvert mikið. Og konur eru konur að vera mjög öflugur inn í björgunarstarf og orðnar formenn í mörgum einingum og sem bara frábært. En þetta mikið nám. Ég hef nú svona komist að því með óbeinum hætti í gegnum fólk sem ég þekki að það heilmikið nám að verða fullgildur björgunarsveitamaður til dæmis. Já, við gerum í raun mikla kröfur og samfélagið, af því að við höfum kannski gefið upp á það, samfélagið gerir líka til okkar kröfur og við höfum metnað og viljum standa undir merkjum. Og Leó kom inn á gildin okkar sem fagmennska og ef við ætlum að vinna og leysa þessi mála fagmennsku þá þurfum við að kunna þetta. Og til þessu höfum við björgunarskóla og sem sér svona að leiða þessa menntun. En menntun og viðhalda menntuninni og þjálfun og reynsla, já, það skapar fagmennsku, hún kemur ekki á öðrum kosti. Að lokum, mig langar að spyrja ykkur bara persónulegra spurninga. Af hverju valdir þú að vera í þessu starfi? Hvað gefur þetta þér? Ertu að meina þá í stjórn Landsbjargar? Já, sem björgunarsveitamaður? Bara bæði. Hvað gefur þetta þér sem mannveru að taka þátt í hvoru tveggja? Þetta ómælt skemmtilegt. Maður eignast félaga, suma fyrir lífstíð. Maður eignast líka nýja félaga nánast hverju ári. Það svona, ég búinn að vera núna í stjórn Landsbjargar í 4 ár. Það ný lífsreynsla og töluvert öðruvísi. Og þar maður inn í því hlutverki að skapa öðrum möguleika á að eiga framvindu í starfi. Þannig að þetta bara minn áhugi. Það ekki þetta að lýsa í öðruvísi. Já, það svona sama hjá mér. Þetta leiti svona eitt af öðru. Ég hafði áhuga á útilífi og einhverjum ævintýrum og ég sá farveg þarna til þess að finna farveg fyrir ævintýrin og prófa eitthvað nýtt og reyna eitthvað nýtt og svo þetta með að þarna eru auðvitað bara vinirnir og félagarnir og þetta eru auðvitað svona lífstíl sem við veljum, sko. En það má kannski geta þess að þetta kannski ekki allstaðar lífstíl af því við töluðum fámennið áðan, sko. Kannski var það á þessum fámennum stöðum var þetta lífstíl þegar unga fólki gekk í björgunarsveitina sem þá var stofnuð. Svo svolítið sitja menn uppi með verkefni þar sem ekki fjölgun og ekki ungt fólk. Þá sitja menn svona svolítið uppi með það. Ekki kannski af einhverju illri nauðsyn en svona komast ekkert út í farveginn, sko. Þetta svona, á þessum litlu stöðum þá snýst þetta samfélagslega ábyrgð. Já. Og þegar fólk mætir í okkar búningi þá náttúrulega gert ráð fyrir að það hafi einhverja ákveðna grunnþekkingu og það eru gerðar kröfur og þarna ímyndin okkar, andlitið okkar út af því. Og það hlýtur nú líka að vera dálítið gott að láta gott á sig leiða. Já, það er fínt. Gaman að fá ykkur herramenn og bara verið gaman að fylgjast áfram með starfinu ykkar. Takk. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.